Ég heiti Bjartmar og ég vinn á leikskóla og aðra hver helgi vinn ég á sambýli líka. Og já, það er svona það sem ég geri. Fyrsti staður sem ég bjó á var sem sagt, þetta var lítið innbýlishús og sem ég leigði fyrir heilar 60.000 krónur og bara á besta stað, bara hérna á Njarðargötunni. Hvað ára var það? Þetta komin 15 plus, eitthvað kringum 15 ár síðan eitthvað. Já. Og fór rosalega vel með hana, sko. Og svo þarf að selja það hús og ég fann svona stúdíóíbúð og svo þurfti ég að flytja þaðan og ég hugsaði, já, leigja íbúð, ég veit ekki alveg hvort ég nenni því, þú veist, ég þarf að fá meðleigjanda. Þannig ég prófaði það, var með 3 meðleigjendur og ég held ég geri það bara ekkert aftur, ekkert alveg besta reynslan, eitthvað. Svo gerist það sem sagt já, ég beita bara í mig svona einhvern veginn, ég ætla að fara að sjá, þú veist, mér finnst það ósanngjarnt, sko, hérna er kaupið mitt. Svo borgaði ég leigu og þetta fyrir mig, eða skilurðu, og ég sneri svo við, ég ætla að borga leigu og hafa þetta fyrir mig, einhvern veginn. Og skrúaði allt niður í bara extreme minimalisma í þessum málum. Ég fann herbergi á 20 skall. Það var fínasta stað í Norðmýrinni. Og svo losnaði einhver innritaður bílskúr, besti staður sem ég nokkuð tíma búið á, elska það. Heilar 40 krónur þar, ég fór bara mjög vel með þarna og síðan þá hef ég bara alltaf verið að leita einhverju svona bara ódýru. Sko ég vinn á leikskóla og sambýlar einhverja helgi og ég er með óleiknandi dellu fyrir bílum og mótorhjólum og mjög alvarlegu stí og skilurðu, þú veist, maður verður að gera eitthvað, skilurðu, leika sér aðeins, þú veist, ekki bara bara vera duglegur í vinnunni og svo bara, já, láta sér bara dreyma eitthvað, þú veist, maður verður að leyfa sér eitthvað, skilurðu. Og þegar ég horfði tilbaka hef ég verið svo rosalega mikið á bremsunni gagnvart þessum hlutum, sko. Og en það hjálpaði að gíra niður húsnæðis pælingarnar. Og þetta, ég ætlaði nú aldrei að þetta til einhvers langframa en ég bara vandist þessu. Og það var svolítið sniðugur að finna svona þokkalega rúmgóð herbergi. Eitthvað sem bara kallað bara risastórt stúdíóíbúð ef við værum í Japan, sko. Og fer bara vel um mig og ég beita eitthvað í mig að bara ég ætla að borga eins lítið og ég kemst upp með í leigu án þess að komi of illa niður á mér, sko. Og hef bara haldið mig við það síðan og að fara að leiga íbúð já, fyrir nokkrum árum var ég að skoða íbúð og tjekka á húsaleigubótum. Mér buðust þarna 1.200 krónur í húsaleigubætur, ég hef ekki tjekkað á þessu síðan. Kannski þetta búið að breytast, ég veit ekki. Kannski geti ég alveg, þú veist, leigt mér einhverja íbúð, skilurðu, en þá þurfti ég að gíra niður annað sem ég er með og ég orðinn vanur þessu bara og fer bara vel um mig og mjög nægjusam með þessum efnum og hef þá meira í vasanum og heldur en í veggjunum og get leyft mér meira, sko. Myndirðu til dæmis að þeir byðist að kaupa og þú gætir actually látið að ganga upp og væri ekki of íþyngjandi? Er það eitthvað sem þú myndir gera? Mér myndi ég kaupa. Þessar pælingar með að kaupa hefur alltaf verið svona frekar eitthvað, ég veit ekki. Maður heyrði þarna í hruninu bara að lán eitthvað snar hækkuð upp, eitthvað geðbilaðar tölur, skilur eitthvað. Svo bara óþægilega margir sem ég þekkir sem að kaupa sína fyrstu íbúð og þetta er allt bara á að vera frábært og svo bara búm, mygla hér, lekið þarna, rafmagnið, skólpið, bla bla bla, þú veist, og þetta er alveg bara, þú veist, nýjasta dæmið er bara, já, húsdagsviðgerð 700.000, skilurðu, og alls konar svona, þannig ég er svona pínu smeykur við þetta, en ég veit ekki, verð á íbúðum, skilur ég pæla oft í þessu svona, þú veist, myndirðu kaupa þér puls og kók á 5.000 kall? Skilur hvað ég meina? Bara svona grípið aðeins betur, skilur þú veist, út á landi færðu miklu meira, þú veist, ég bara eins og fyrir, já, svona 10 ár síðan félagi minn og hans fjölskylda hann kom á bara annarkvort einhver lítil blokkar íbúð einhvers staðar í einhverju úthverfi eða endaraðhús í Hveragerði, skilur
fattu hvað ég meina? Þú veist, ætli þetta sé ekki svona ennþá. Ég hef ekkert skoðað þessa hluti neitt alveg í mörg ár. Ég er bara, gerir þetta svona á minn minimalíska hátt og þú veist, ég vil búa í miðbænum, ég vil vinna á leikskóla og sambýli, ég vil vera bralla með bíla og mótorhjól og svona dót sko og þá verður maður að fórna einhverju. Seldu bíl? Nei. Seldu mótorhjól? Þetta er eitthvað vitlaus. Nei. Gíraðu niður húsnæði? Já. Þú veist, þannig að en auðvitað skilur væri ég til í að geta gert bæði, fattarðu. Maður ekki að þurfa að fórna einu fyrir annað, fattarðu. Akkur þarf ég þess, skilur við. Auðvitað væri maður alveg til í að þetta væri ekki, þetta var alltaf virkað svona eins og rosalega brött brekka, fattarðu. Nenni að brölta það, rétta tryggingu, 3 mánuði fyrirfram, já, bara, þú veist, hvar. og svo bara eftir að hafa vanist í að borga svona þægilega summu í leigu, það er alltaf fyrir það sem ég er búin að venja mig við bara frekar og þægilegt sko. Fyrir mörgum árum síðan þá var bróðir minn að selja, hann prangaði upp á mig svona Allianz viðbótar lífeyrissparnaði. Þar einhverjar 3 milljónir núna sem ég get tekið út til íbúðarkaupa. Hver veit nema ég fara fullorðnast ekkert í það á næstunni. Og eitthvað lán sem ég get fengið á móti og eitthvað svona ble. Hver veit, kannski gerast eitthvað út frá því en eins og þú veist, ég er bara búinn að venja þessu. Alveg, þetta er bara eðlilegt fyrir mér. Að búa í herbergi þótt ég sé í 2 vinnum. Fattarðu? Svo stígur maður aðeins út úr því og horfir á það bara, já, eðlilegt, já, sure. Eða þannig. Hvernig finnst þér eins og þú nú leigir herbergi? Já. Ertu þá inni í íbúð hjá öðrum eða er það? Nei, ég er mjög sniður að finna svona, þannig að þetta er allt svona prívat sko. Og ég get ekki hugsað mér að öðruvísi. Þú veist, þótt ég sé að droppa alls konar standardum þá er þetta alveg ófrávíkjanlegt sko. Ég gæti ekki búið í herbergi inn í íbúð hjá okkur eitthvað. Það er bara eins og svipað að vera með meðleigendur. Þú veist, ég vil koma heim til mín. Þú veist, ekki það sé bara eitthvað fólk. Skilur við? Já, bara my place. Og ég geti hakkað þessi græðanum og bara, þú veist, já, á þess að eitthvað fara að byrja sig. Langar aðeins að spyrja þig í sambandi við svona öryggi. Já, finnst þið að búa við húsnæðis öryggi? Já, sko því oftar sem þú gerir ákveðna hluti því svona lungnari verður við að finna svona bestu bitana og ég hef verið heppinn sko, hef verið bara nokkur ár á sömu stöðunum alveg. Núna er staðurinn sem ég er komin á að mögulega eftir 3 ár eða eitthvað þá breytist eitthvað sko þar og en ég meina, þú veist, maður bara tekur einn að einu en auðvitað náttúrulega, þú veist, skilur, þú veist, ég skila mínu, ég mæti í vinnu, ég er með fína mætingu í vinnunni, skilur, þú veist, ég er ekki bara að mæta til að, þú veist, út af, paycheck, skilur, þú veist, go the extra mile, fattur, ef það þarf að gera eitthvað, þá ger ég það, þú veist, fattur hvað ég meina? Þú veist, ég gef af mér í vinnunni, skilur. Nei, ég er ekki menntaður, ef ég sest á skólabekk, sko, þá bara speysa ég út í einhverju athyglisbrestkasti, sko. Ég var svona bók og þú veist, ég ætlaði að taka eitthvað meira próf, ætlaði að fara eitthvað, já, ég ætlaði að læra á trukk og rútu og eitthvað. Fekk eitthvað alveg rosalegan bunkaða bókum, það var svona sterk fyrir mig, sko. Þú veist, ég var bara, ok, þetta er bók, Bjarnar, hún er ekkert svo rosaleg, þú veist, rösta bara. Og ég var eitthvað að reyna og svo bara, tapaði þræðinum. Nei, já, eitthvað, og alltaf eitthvað svona, þannig að, þú veist, nei, það er ekki alveg að virka fyrir mig, sko, þú veist. Þannig að, já, en minna, þú veist, meðmenntun er hægt að kaupa og það, en það er bara eitthvað sem er ekki til staðar í mínu tilfelli, sko. En eins og segi, þú veist, þó ég sé ekki menntaður, þú veist, ég er að gefa rosalega mikið af mér, skilur. Ég hef unnið á leikskóla í mörg ár, það eru 20 krakkar sem muna ennþá eftir mér, skilur. Þú veist, og bara, hei mann, þið er þetta skemmtileikurinn á leikskólanum, það kostar mótorhjólinu, það segja skemmtilegur sögurnar, þú veist. Og þetta er rosalega gefandi, sko, þú veist. Maður hugsa svona, ja, mér finnst alveg, maður ætti alveg skilið, kannski aðeins meira. Ég var að skoða, það var einn sem sagði mér,
Já, svo ég búin að fara inn á Bíldudal og fyrir að vinna í kalkvæsmiðunni, hérna á næturvaktinni, fara að móka inn pening. Ég bara, já, Bíldudal, ok. Já, kalkvæsmiða. Ég sá fyrir mér svona, já, kannski bara prófa það í einhvern tíma og hérna, þú veist, rífa aðeins upp fjárhæðin svona og komast í svona svolítið pluss. Herru, svo ég að tekka á þessu og þarna færðu stúdíóíbúð á 30 skall. Það reynda tengt fyrirtækinu, sko, en eitthvað síður. Skilurðu, ég bara, wow. Og tala við fólk sem að flutti úr Reykjavík og á sjoppuna, veitingastæðin, barinn, félagsmiðstöðina. Þetta er allt þarna, skilurðu, þetta er það sem allir mæta, sko, flottu staðir. Og þau voru að tala bara í Reykjavík, þá voru við alltaf í baslinu, marandi alveg í hálfu kafi, skilurðu, alltaf í vinnunni, alltaf eitthvað ógeðslega busy og brjálað að gera. Flytja þangað og þá svona róast allt niður einhvern veginn. Og svo bara, wow, við hefum bara fullt af pening. Já, ég var að pæla sér, wow, geggjað maður. Hey, við getum farið til útlanda maður. Já, fuck frábær maður, wow, geggjað. Skilurðu, sjáðu, mér finnst það að lýsa svo miklu. Skilurðu, ferð á land þar sem allt er svona rólegra, svona einhvern veginn. Og allt í hennu bara komið allir þessi lífsgæði, skilurðu, með því. Þú veist, af hverju er ekki hægt að hafa það hér líka? Já, eins og ég segi bara, þú veist, af hverju er þetta svona fráhrindandi fyrir mig, skilurðu, maður vill hafa eitthvað pening í vasanum, fattarðu, og geta gert eitthvað. Eins og ég segi, ef allt væri eðlilegt, þá ætti ég að geta sett báða hlutina í sama pakkan, fattarðu. En pakkin er bara svona stór og það sem að bara líf mitt er svona stórt, þá þarf ég að skera eitthvað af til að fitta það svona í. Ég er rosalega nægjusamur, skilurðu. Ég er ekki eitthvað að spreða eitthvað, skilurðu, þú veist. Ég var ógeðslega glaður daginn þegar ég komst að því að lífasbuxur kostuðu bara 12 skall en ekki 20 og eitthvað. Skilurðu, ég bara, yes! Það fram að því þá var ég bara í öllum fatabúðum, hvað get ég fundið ykkur góða gallabuxur eitthvað, svona góðum prís eitthvað bara. Það skilurðu, og bara lagði mikið á mig til að finna, þú veist, ódýran fatnað og kaupi yfirleitt bara það ódýrast í bónus og eitthvað svona, skilurðu. Og þannig að, þú veist, þetta er ekkert því að kenna, ég sé bara eitthvað spreða bara í eitthvað rugl, skilurðu. Fattu hvað ég meina? Kassinn mætti vera stærri, þannig að maður geti komið öllu þarna fyrir, fattur mig? Þetta sé ekki áhugamálin og húsnæðismálin, þannig að ekki gera svona miklar kröfur, Bjartmar. Þannig að ég er bara búinn að venjast þessu og þannig er það í dag, hver veit, kannski breytist eitthvað einn daginn, en eins og þá er þetta bara staðan. Já, með verksmiðjuna á Bíldudal, ég fór, ég var á tók mótorhjóla ferðalag og á Vestfjörðum og stoppaði á Bíldudal og fengi að kíkja aðeins á þetta og skoða. Og þetta er svona, ég hef þetta bak við eyrað. Svona eins og gamla daga þegar menn var bara, já, maður þetta pening, já, ég ætla að fara á sjó í smá stund. Þú veist, eins og bróðir minn ætla á sjó í 1 ár, 12 árum seinna hætti hann. Og bara, já, bara pening, wow. Skilur, hver veit, já, hann má alveg skoða það líka, sko. Það er af ýmsum ástæðum sem ég vinn á leikskóla að þú veist, númer 1, 2 og 3 er náttúrulega krakkarnir. Og ég hugsa rosalega mikið um það að, þú veist, í upphafi skildi endinn skoða, fattarðu. Ef þú fær góða byrjun, þá skilar það þér inn í lífið, skilur. Frá 0 til 7 ára er það að stilla inn alls svona, hvernig þú sér lífið og svona. Og mér finnst ég vera að gera frábæra hluti þar. Og svo bara, þú veist, það er bara fínn matur í hádeginu, gott veður, við förum út, ógeðslegt veður, við förum inn, þú veist. Í öðrum vinnum þá var ég inni í góðu veðri og úti í vondu veðri, skilur, alls konar svona hlutir, skilur, og ég bara nýt mín svo í botn, þú veist. Ég upplifði meira svona meiri heimilisbragur heldur en eitthvað svona vinnustafalegt eitthvað, skilur, sem að ég fór aldrei neitt voðalega vel í með eitthvað, mæta og stimpla sig inn og, þú veist, mæta í verksmiðjuna eða eitthvað, sko. En ég veit ekki, fyrir það að geta spólað mig upp úr einhverjum skuldum og svona, þú veist, þá var ég kannski alveg til í að feysa það að vera inn í einhverju verksmiðju í einhvern næst tíma, en hver veit, kannski bara byrja svo á leikskólanum á staðnum þegar ég er búinn að ná mér í bunch of money. Til að ég efna því að vinna á leikskólanum? Nei, bara, þú veist, rétt úr kútnum, fattar ég, og losnaði skuldir og
þú veist, þetta er eiginlega þannig að, þú veist, ég er með bíla og mótorhjól og það er, núna er þessi bíl í lagi og þetta mótorhjól bilað, núna er þetta mótorhjól í lagi og þessi bíl bilað, eitthvað svona, þú veist, hafa allt ótið bara í lagi, skiljur, þú veist, að vera með skoðun, það er mjög framandi hluti fyrir mér, bara að fá skoðun, bara strax, alltaf eitthvað svona laga, þú veist, það er skiljur, maður er alltaf svona marandi eitthvað í hálfu kafið með ýmislegt, skiljur, hver veit, fara á Bíldudal, vinna í þessari verksmiðju í X tíma, komast í plús og vera komin inn í samfélagi þar sem allt er miklu rólegra og þægilegra og ódýrara, skiljur, bara ná mér upp úr holunni og láta mig hafa það að vinna við eitthvað sem er ekkert alveg beint draumadjöfið, skiljur, í X tíma og fara svo bara að vinna á leikskólanum eða eitthvað, skiljur, ég veit ekki, já, þetta er svona fluga sem ég fekk í hausinn, hver veit nema maður prófi. Já. Og þú veist, að vera í þessum aðstæðum því lengur sem það er, því meira étur það þig upp að innan, því meira rótlefsi skilur það eftir hjá börnunum þínum, því meira þú veist, vesen þarftu að fara í gegn, því að svo er náttúrulega ofan á það er ógeðslega dýrt að flytja og þannig að þú veist, það eitt og að vera einmitt kannski með leigusamning sem er að renna út, þú ert ekki búin að fá tilboðum þú veist, þú ert ekki búin að fá hvenær þú fáir félagslegt húsnæði og það getur enginn sagt þér það, þú færð það með stuttum fyrirvara, þannig að þú veist, á ég að fá mér aðra leigu íbúð á meðan, á ég að fá inni hjá vinkonu eða fjölskyldumeðlimi í þennan stutta tíma, erum við að tala um 2 mánuði eða erum við að tala um 2 ár og það er enginn sem getur sagt þér það, þetta er fáránlegt að setja fólk í þessar aðstæður, þannig að já, svona lítur biðtíminn út.